Já, góðan daginn. Efni dagsins Trompowski byrjun sem hefst núna með biskup G5. Þetta verður svona drög að repertór eða byrjunarkerfi fyrir hvítan. Það er ekki margir á Íslandi sem teflita með hvítu, en þetta leynir nú alveg á sér að mínum mati. Við skulum þá ég ætla bara að taka þetta svona einn variant fyrir einu. Og ég tók eftir einn daginn að ég eiginlega bara búinn að vera að fara yfir byrjanir tengda E4, þannig að núna mun ég kannski fara meira yfir D4, C4, svona flank openings, B3 eða rittar F3 á næstunni. Já, en við skulum vinda okkur í þetta. Það er sem sagt biskup G5 og ég ætla að byrja hérna á C5. Því svörum við D5. Biskup til F6 er annar leikur, en ég ætla að halda mig við D5, þetta er skemmtilegri. D6, ritari C3, G6. Þetta er svona einhvers konar Benoni setup hjá svörtum. Dróning D2, hrókering, biskup H6. Já, við verðum bara að skipta upp á svartæta biskupnum og hrókera langt og síðan hefðbundin árás á kongsvæng með H4. Biskup drepur biskup, drottning drepur biskup, A6, undir B5, H4, þetta er G4, drottning D2, H5 til að koma í veg fyrir H5 hjá hvítum, F3, þetta er F6 og drottning H6. Svona líklega aðeins betra að hvíta mínum mati. Ég held að G4 verður mjög hættulegt mjög fljótlega. Þetta er nú svona variantur sem er ekki mikið teltur á svart gegn Trompowski. C5, D5, þá er drottning B6, það er svona aðalínan að svartu vill ná í þetta B2 beða sem við fórnum nú yfirleitt í þessum línum með glöðu G, fáum ágætis frumkvæði í staðinn fyrir peði. Drottning B2, biskup D2 og svartur þarf aðeins að passa sig, drottningin gæti verið í hættu. Þess að hrókur B1 og rittari B5 eftir drottning A3 er að koma, þannig að svartur leikur drottning B6, E4, D6, F4. Hvítur verður að tefla þetta svolítið virt, nýta sér hans undan í liðskipan og herja á svartan strax. Nú G6 hefur telst, það er ekki góður leikur. E5, D-drepur, F-drepur, rittar F, D7, rittar F3, biskup G7, hrókur B1, drottning D8, E6 góðleikur, F-drepur, D-drepur, rittar í G5 og svartur er í miklu vandræðum hérna. Það er náttúrulega rittar E6 á leiðinni, biskup B5 skák sem rittar F8 sem er nú mjög hallærislegu leikur. Þá geti biskup B5 skák, biskup D7, þá drottning F3, biskup F6, DX, E6 og já, svartur getur nú bara gefið í þessu. Skulum pakka. E5 er annar leikur hérna sem eru telst, F4, D6, F-drepur E5, F5 kemur líka til greina.
F-dribur E5 já, D-dribur E5, riddari F3, riddari D7, biskup C4. Já, hvítur bara koma göllunum út og þetta svona þægileg staða en svartur peð yfir en hann á eftir að leysa vandamál með liðskipna sína. Nú segjum drottning D6. Þá gæti hvítur hugsanlega bara hrókir að leggja svo A4 með gott rými og leggja svo bara drottning E1, drottning G3, drottning H4 og með sóknarstöðu. Segjum biskup D6, það var A4 góðulegur, hrókering A6, drottning E1. Þetta er svona standardplan þegar FB er farið, þá getur drottningin farið yfir á kóngsvæng. Margir þekkið örugglega úr Grand Prix árásinni í Sikilaugur. Drottning D8, drottning H4, biskup E7, riddari G5, H6, þá er hérna D6, mjög sterkur leikur. Við skulum sjá hvað gerist eftir hálfdribur G5, biskupdribur G5, biskupdribur D6, riddari D5, biskup E7 og þetta er svona gott dæmi svona hvernig hrókarnir geta komið á hlið sko. Hvernig kemur hrókur A3 og svartur getur bara gefið þetta. Það er bara hrókurinn bara að fara að koma yfir á kóngsvæng á H3 eða radical rooks eins og það oft kallaðir. Biskupdribur D6 er annar leikur, hálfdribur F7, biskupdribur H6 takk fyrir, G-dribur H6, drottningdribur H6, drottning F8, hrókudribur F6, riddardribur F6, drottningdribur F6. Já, þetta er bara tjaldið sko. Það er bara drottning G6 að koma næst og biskupdribur F7 skák og svarti kóngurinn er algjörlega berskjaldaður. Það fara tilbaka. Já, þetta er sem sagt þessi lína. Þá er ég búið með C5. D5. Nei, ég ætla að taka hérna E6 fyrst. Þetta er nú sá leikur sem ég þetta flestir Íslendingar tefli. Ég ofta sé þetta en það er ekki margir sem tefla Trompowski með hvítu á Íslandi. Kannski Björn Þorfinnsson nokkur sinnum. En E6 er þetta hefur verið talað svona solid leikur. Karpov hefur telt þetta á fleiri. E4, við viljum tefla þetta svona. Hér er H6 algengastur. Við skulum aðeins skoða C5. Það leikur við D5. Nú ef við leggja E5 þá er hérna ein lína. Og þessi stað er ekki alveg ljós sko. Þetta er ekki alveg ljóst. En við viljum hafa þetta svona stílhreint og D5 er svona í andaði sem við verðum að skoða. D6. Þetta er C3, biskup E7, biskup B5 skák, biskup D7, biskupdribur, drottningdribur, riddari F3, E-dribur, riddardribur D5, riddardribur D5, drottningdribur D5. Við erum aðeins þægileg stöðu, byggð á D6 er bakstætt. Spilum við langar hrókun og pressa á það. Og við erum með betra rými. Þetta er aðeins betra hvítt. Já.
Já, sem sagt E6, E4, H6. Já, það sem sagt E4 og H6, biskupdreipur, drottningdreipur. C3 er planið sem ég ætla að mæla með. Þetta er svona það sem er komið í tísku í dag. Planið okkar er að leika biskup C4 setna, riddari 1 og 2 og hrókera og svo F4. En ég ætla bara að sýna hvernig það gengur fyrir sig. D6, biskup C4, til dæmis drótning G6, drótning F3, E5, riddari 1 og 2, riddari D7, biskup G4 hefði verið blönder eða afleikur, það hefur drepið á F7, riddari D7, hrókering, riddari F6, riddari D2, biskup Einarsjö, riddari Gunnar 3. Já, við viljum í þessar stöðu þá viljum við leika hrókur A til E1 og jafnvel drótning D1 næst til að geta leikið F4. Þetta er svona skemmtilega tilfæringar. Við erum alltaf að stefna að opna F-línuna. Hrókering, hrókur A1, biskup G4, drótning D3, riddari H5, riddari dreipur H5, drótning dreipur H5, F3, biskup D7, F4 og ég ætla ekki að hafa þetta lengra en hvítur er hérna alveg klárlega með eitthvað smá töluvert betra með miðborðið, opna línur. Þetta er svona skemmtilegri stað á hvítan. Eða bara einfallega betri stað á hvítan að mínum mati. Sjá. Já, D5 er annar leikur sem hefur telst. Það er biskup D3, C5, riddari F3, riddari C6, hrókering. Svartur þetta aldrei að svartur í smá vesinni með drottninguna sko. Hvað er allar hún að vera? Ef biskupinn fyrir á E7 þá geti kannski lent í einhverjum vesinni eftir E5 í ýmsum stöðum. D-dreipur E4, biskup dreipur E4, biskup D7, D-dreipur C5, biskup dreipur C5. Nú á svartur erfitt með að gera stutt út á drótning dreipur D7, riddari D2. Já, hér var til dæmis hrókering afleikur, kemur riddari B3, kall af, onni á C5 og onni á D7. Þannig að drótning F4 leikur hérna, drótning 1 og 2, drótning C7, biskup C2. Já, planið í þessari stöðu er sem sagt að leika hrókur AD1, hrókur F1 og svo getum við jafnvel nýtt okkur E4-reitin eða fara að íta peðunum á drottningaveng, til þess B4 og svo framvegis B4 og A4 og með svona þægilegri stöðu. Og ef svartur hrókerar þá geti til dæmis drottning D3 eða hrókur D1 verið bestir held ég. Kæmi jafnvel til greina að reyna að knýja einhverja veikingu. Teflið ekkert með svona. Þetta er svona aðeins betra á hvítan. Hvítur hefur alveg mörg plön sko, það er bara
spurning náttúrulega hvernig svartu töflur þetta. En svo var þetta hrókur AD1 var mjög solid leikur hérna. Bara